til þessarar páskastundar sem tekin upp í Patreksfjarðarkirkju. Ritningatextar dagsins beina augum okkar í fögnuði að upprísu Jesú Krist frá dauðum. En við skulum byrja á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föðurs, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Eilífi Guð og Faðir, þú sem með sigri einkarsonar þíns á dauðanum hefur opnað okkur dyrnar til eilífs lífs. Hjálpa okkur að sú góða von og þrá sem þú hefur vakið með okkur megi lifa og dafna til dýrðar þér. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur úr annarri Mósebók og hljóðar þannig. Drottinn styrkur minn og lofsöngur, hann kom mér til hjálpar. Hann Guð minn, ég vil vegsama hann, Guð föður míns, ég vil hylla hann. Drottinn stríðshetja, drottinn nafn hans. Þá tók spákonan Miriam, systir Arons, trumbu sér í hönd og allar aðrar konur héldu á eftir henni með trumbuslætti og dansi. Miriam söng fyrir þeim, lofsyngi drottni því hann hátt upp hafinn, hestum og riddurum steypti hann í hafið. Síðari ritningarlesturinn úr 1. Korinthubréfi. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. En nú Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðinn kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna sambandsins við Adam, svo munu allir lífgæðir verða vegna sambandsins við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur frumgróðinn, næst koma þeir sem að játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endurinn Kristur selur ríkið Guði föður í hendur. Hann hefur að engu gert, sérhverjar tign, sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja uns hann hefur lagt alla fjendurna að fótum sér. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Heyrum heilagt guðspjall sem úr Jóhannesi og hljóðar þannig. Fyrsta dag vikunnar kemur María Magdalena til grafarinnar, svo snemma að enn myrkur. Sér steininn tekinn frá gröfinni, og hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá. Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman en hinn lærisveinin hljóp hraðar, hljóp fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem hafði verið höfuð hans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjunum, heldur sér samanvafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinin sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði, þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Ég vil ganga
dagsins hljóðar þannig: Lifandi Drottinn, með upprisu sonar þíns hefur þú tekið allan mátt úr dauðanum og lætur kunngera öllum heimi fagnaðarboðskapinn hjálpræðið í Jesú Kristi. Sendu okkur styrk og kraft trúarinnar og sigra efann. Leyfðu okkur öllum að taka með fögnuði undir lofsöng páskana með öllum þeim sem að bera vitni að Kristur risinn upp frá dauðum og lifir og ríkir að eilífu. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og Drottni Jesú Kristi. Guðspjallið segir að á páskadagsmorgni hafi gröfin verið opin og tóm. Líkami Jesú horfinn, en líkklæðin lágu þar enn. Þetta var svo snemma að það var ennþá myrkur. Og lestur Guðspjallsins endaði á þessum orðum: Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Lærisveinarnir höfðu gengið með Jesú og lært af honum í að minnsta kosti 1 ár. Sumir telja að þeir hafi verið saman allt upp í 3 ár. En þeir gátu hvorki munað eða skilið allt sem að Jesús hafði kennt þeim. Það er bara mannlegt að muna ekki allt. En það hlýtur að hafa verið erfitt eftir að hafa gengið í gegnum sorgina og missinn þegar að Jesús var krossfestur, að uppgötva að gröfin var tóm og líkami hans var horfinn. Það voru páskar og hátíð í Jerúsalem. Gyðingar minnast enn í dag brottfararinnar frá Egyptalandi á páskum. Fyrir brottförina áður en síðasta plágan gekk yfir, slátruðu Hebrear páskalambinu og settu blóð á dyrastafina svo að engill dauðans færi fram hjá þeirra húsi. Lærisveinarnir skildu ekki fyrir seinna að þegar Jesús var krossfestur fyrir páskahátíðina, þá var hann fórninn. Páskalambi sem var slátrað og blóð hans í táknrænni mynd sett á dyrastafi okkar sem á hann trúa, svo að engill dauðans fari fram hjá okkar dyrum og við eignumst eilíft líf. Jesús vitnaði oft í spádóma Gamla testamentisins þegar hann var með lærisveinum sínum. En textinn sagði okkur að þeir hefðu ekki skilið ritninguna. Þeir hefðu ekki skilið spádómana Jesú. Og enn í dag skiljum við ekki allt sem stendur í hinni heilögu ritningu. Þess vegna túlka menn orð og kenningar Jesú á ólíkan hátt og áherslur trúfélaga eru ólíkar. Í síðari ritningalestrinum segir Páll postuli: Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. Þá höfum við ekki skilið boðskapinn. Vissulega krefst þetta líf allrar okkar orku og athygli, en fagnaðarerindið, dæmisögurnar og öll loforðin sem Jesús gaf okkur fjalla eilífa lífið og hvetja okkur til þess að taka stefnuna á lögheimili á himnum í eilífðinni. Því Jesús hefur lofað að vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar, sem sagt að eilífu. Í texta dagsins minnir Páll okkur á að við rísum upp þegar Jesús kemur aftur. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðinn, Jesús reis fyrst upp, hann var sá fyrsti. Hann sigraði dauðann og gerði okkur mögulegt að rísa upp líka. Lazarus var ekki sá fyrsti, því Jesús reisti hann upp til þessa jarðlífs og Lazarus hefur síðan dáið aftur þegar að tími hans kom.
Textinn segir að upprisan verði eftir sinni röð. Því að næst koma þeir sem að játa á hann, það Jesú, þegar hann kemur. Opinberunarbók Jóhannesar segir frá 2 upprisum. Fyrst rísa þeir upp sem trúa á Jesú þegar hann kemur. Því að Jesú sagði að hann kæmi aftur þegar hann hefur búið okkur stað, til að sækja okkur svo við getum verið hjá honum. Það fyrri upprisan. Í seinni upprisunni segir opinberunarbókin, rísa þeir upp sem eru ekki skráðir í lífsins bók og þeirra bíður annar dauði. Þá rætast orð Jesú, þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Þeir sem deyja síðast, kannski rétt áður en Jesús kemur, geta risið upp í fyrri upprisunni til eilífs lífs. Og þeir sem dóu fyrst á þessari jörðu geta risið upp í síðari upprisunni til eilífs dauða. Dæmisögurnar og tilvitnanir Jesú voru of miklar upplýsingar fyrir lærisveinana. Við verðum að muna að þeir voru ekki úr fræðimannahópi gyðinga, heldur fiskimenn. En Jesús var með ráð við þessu. Hann var upprisinn áður en konurnar og lærisveinarnir komu að gröfinni og hann birtist lærisveinunum á 40 daga tímabili, stóð skyndilega á milli þeirra, borðaði með þeim og var samferða nokkrum þeirra á milli borga. Á þessum tíma gaf hann lærisveinunum meiri skilning á spádómum Gamla testamentisins og því sem hann hafði kennt þeim. Meiri skilning en þeir höfðu haft áður og hann minnti þá á að hann væri að uppfylla spádóma sem höfðu verið lesnir í musterinu öldum saman. Jesús sagði, meðan ég var enn meðal ykkar sagði ég ykkur, allt sem ritað mig í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar og hann sagði við þá, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum, þiggja fyrirgefningu synda og það starf skal hefja í Jerúsalem. Þið eru vottar þessa. Og Páll útskýrði þessar góðu fréttir, hvernig þær virka. Eins og dauðinn kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna sambandsins við Adam, munu allir upprísa vegna sambandsins við Krist. Allt gerðist þetta fyrir trú. Adam og Eva trúðu höggorminum þegar hann sagði að þau myndi ekki deyja þó þau ætu ávöxtinn. Enda dóu þau ekki strax, en þau misstu strax eilífalífið í aldingarðinu. Lífið sem að við eigum nú kost á vegna fórnar Jesú. Því að fyrir trú verðum við vakin upp eftir dauðan. Páll sagði í texta dagsins að ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. Þessi orð segja okkur að framlengja sýn okkar til næsta lífs, allt til enda veraldar. Dýrð sé Guði Föður syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Ég óska ykkur gleðilegra páska. Í Jesú nafni. Amen. Hyllum Jesú, hann lifi.